Hérna erum við Donna Sigurðsson sem að nýverið tók ákvörðun að segja skilið við okkur Akureyringa eftir 5 ár. Fyrst komstu Donni hérna og stjórnaði Þórsliðinu í 2 ár. Síðan ferðir yfir til Þórkáa 3 ár. Er ekkert erfitt að ganga frá þessu núna? Jú, það er það náttúrulega og ég lít bara á það þannig að ég sé bara svona ég fari í kveðja í bíli og okkur fjölskyldunni líður voða vel á Akureyri og okkur líst ekkert illa á það að bara ala okkar börn upp hér áfram og þannig að mér finnst það ekkert ólíklegt að við munum aftur koma á Akureyri og sjáum hvort að eitthvað vil ekki fá mig til starfa aftur þá bara og sjáum hvað setjum við það. Donni, ertu búin að átta þig á því hvað þú hefur á þessum 5 árum skilið marga leiki eftir þig og hvað eru unni marga leiki, tapað og skorað mörg mörk og hefur pælt eitthvað í þessu? Nei, ég var nú ekki búin að pæla neitt í þessu og þetta eru ansi margir leikir, þetta eru ansi mörg ár náttúrulega og bara ótrúlega skemmtilegu tími og fullt af sigurum og eitthvað töp og ég töp náttúrulega líka en bara heilt yfir náttúrulega ótrúlega skemmtilegu tími. Þetta er svona, ég rýndi í þetta svona fyrir áður við hittust að þá ertu búin að stýra Þór og Þór Káa í 161 leik og þessi liðin hafa unni 81 leik og tapa 57 og jafnteflin þau eru nú svo sem ekki mörg, þau sé ekki 7 eitthvað svoleiðis. Þetta er magnaður árangur. Já, bara magnaður. Mér finnst ótrúlega gaman að heyra þetta og sjá þetta og mjög ánægður að sigurarnir séu fleiri heldur en töpin og við höfum nú ávallt reynt að sækja annarkvort sækja til sigurs og þá stundum dettur á þannig að það fer í tapið þannig að það er ekki mörg jafntefli í þessu eins og þú segir við ég er mjög stoltur af því að hafa fengið að stjórna þessum liðum þessu Þór og Þór Káa félögum ef svo má segja þetta mörg skipti mér finnst það bara alveg mér finnst það bara magnað, ég er ofskaplega þakkláttur fyrir það. Donni, þú vakti strax athygli þegar þú komst inn hérna sem þjálfari á Þór að því líka ástríða sem hún leggur í þetta. Þegar mörk voru skoruð þá var nú ekki tíðkast ekki oft að menn tóku svona því líka dansspor á hliðalínu svo þú varst gera og þú varst stefna að þessu þegar þú kvaddir Þór Káa. Já, ég elska fótbolta alveg ótrúlega mikið og mér finnst ekkert skemmtilegra heldur en að sjá leikmenn sérstaklega sem vinnur með það ná að skora og ná svona einhverju þau sem að leikmenni stefna því að vinna leiki eðlilega og ná einhverjum árangri og þetta snýst náttúrulega það hjá mér að ég samgleðist það svo innilega mér finnst bara svo ríkilega gaman þegar eins og segi leikmenn ná svona því sem þeir ætla sér og það finnst mér alveg æðislegt og ég legg rosalega mikið á mig og mikla ástríð þess að ég geri og við öll sem höfum verið saman á þessum tíma og þegar það koma svona eitthvað eins og segir mörk eða frábæra markvörslur eða eitthvað svona sem skiptir einhverju skemmtilegu máli þá finnst mér æðislega gaman bara að lifa minni í augnablikið og vera með í því sko. En upplifir þá ekki þetta að þegar þú varst að sleppa svona hliðlínu þetta smitaðist inn á völlun og hefði áhrif á leikmenn? Já, ég vona það. Sko mín svona nálgun í þjálfun er klárlega að reyna að smita svona þá ástríð sem ég hef fyrir leiknum. Mér langar, ég er ekki með hendur í vösum á æfingum eða símanum að þannig, ég er mjög lifandi í öllu sem ég geri af því að ég vil að fólk sé lifandi í því sem það gerir. Og mér finnst mjög skemmtilegt sjálfum að sjá þjálfara og aðstandendur og stjórnendur og alla hafa mikla ástríð fyrir því sem það er verið að gera. Og þar lendi vil ég sjálfsögðu smita það og svo finnst mér bara gaman að fólk þetta er nú fyrst og fremst af þeim ástæðum sem ég geri þetta er eins og ég sagði áðan en mér finnst mjög gaman hins vegar að fólk kannski átti sig aðeins á því að það skiptir alveg máli hvað við fyrir utan hvernig við högum okkur og hvernig við látum og hvernig við reynum að smita í stelpurnar og strákana inn á vellinum því að ástríðan hún smitast svo svakalega ég hef tafið með það að vera bara brosmildur og jákvæður og hugafari af því ég trúi byrja líka að það smiti og hjálpa öðrum og láta öðru líða vel þegar maður mætir og gefur af sér
og ég vil gera það líka sjálfsögðu í vinnunum minni, það er ekki spurning. En Donni, ef við lítum svona bara heilt yfir þessi 5 ár, lítum öxt, ertu sáttur við það sem að finnst þér að hafa náð þeim markmiðum sem að þú ætlaðir þegar þú komst hingað, tölum bara og núna þegar þú ferð, finnst þér að hafa náð þeim markmiðum sem þú stemdir að? Rosalega mörgum, klálega. Við náðum eðlilega ekkert öllu markmiðunum. Við ætluðum náttúrulega að fara upp með Þór, það er ekki spurning. Það var klálega stóra markmiðið að fara upp um deild með Þórsliðið, það er ekki spurning og margir svo sem búin að reyna þá eftir mér eftir það, en ég hef trú á því að Þórsliðið á endanum fari upp í deild þeirra bestu sem þeir eiga heima að mínu mati. Þór er stórt og flott félag og við letum það haldið og þeir eiga heima í úrvalsdeild að mínu mati, engin spurning. Ég var pínu súr að við skildum ekki ná því, en vissilega spiluðu svo sem margir þættir þar inn í sem að höfðu mikil áhrif á það, en við náðum samt mörgum markmiðum, með margir ungir leikmenn sem komast í gegn, við náðum að selja atvinnumann í Birki Heimis og við náðum að búa til fullt af strákum til fyrir framtíðina og markakóng og í deildinni náðum við náðum Jóhann Helgi til dæmis, hann var aldrei skorað eins mikið og fyrra ári hjá mér þá og svona alls konar svona atrið sem ég er mjög glaður með sem að ég er mjög stoltur af á mínu tíma með Þórsliði sko. Svona heilt yfir þannig með Þór Káaliði náðum náttúrulega öllum okkar markmiðum nema einu, við náðum ekki að vera bikarmeistarar það var klálega risa markmiði, annars unnum við alla aðra bikara og ótrúlega góðu tími, stórkostlegum árangur í meistaradeild ofan á það og náðum að skilja leikmönnum í atvinnumennsku ofan á það og stelpur í landslið og þannig að rosalega mörg markmið náðust, engin spurning. En þau markmið sem náðust ekki, þau kannski bara fæ að taka seinna. Já, þannig þetta náttúrulega hlýtur að hafa verið gríðarlegt kýtt fyrir ego þegar þú kemur á fyrsta ári inn hjá Þór Káa og leikur sama leikjun og Jóhann Kristinn gerir með liði Íslandsmeistar á fyrsta ári. Það hlýtur að vera gaman. Já, það var eiginlega bara alveg geggjað sko. Ég og stundum svona þegar maður lítið tilbaka þá svona áttar maður sem þú freka hvað það var eiginlega bara ótrúlega magnað. Magnað sko, þú veist árangur af stelpunum og okkur sem erum að standa með þeim í þessu. Hingað til svona á mínum þjálfaraferli hefur það verið þannig að fyrst þegar ég kem inn þá kemur svona pínu vítamínsprauta og liðin á góðum árangur oftar en ekki og þess að ég þarf að laga eins sjálfur hjá mig sjálfur með líklega að við þarf svona annað árið og þriðja árið þarf að vera svona örlítið stabilli hjá mér en það sem að gerði kannski fyrsta árið og ég er svona eðlilega búin að rýna þessi þetta að við náttúrulega tókum við ótrúlega flottum hópa af Jóa og Móla og þeir voru búin að vinna með þessa stelpur í svolítið mörg ár og það var að koma upp svona leikmenn sem að gátu tekið við og gert ótrúlega flotta hluti þannig að við umturnuðum ekkert miklu, við breyttum leikkerfi og lögum aðeins í hugarfarinu og svona bættum aðeins inn ákveðnum hlutum þar en annars tókum við alltaf bara við mjög góða búi og þú veist, við vorum sömu erlendi leikmenn nánast, eða ekki nánast, við vorum bara sömu erlendi leikmenn og voru árið áður og við breyttum ekki miklu en svona aðalmáli var bara að reyna að fá stelpunum til þess að trúa þessu að þær gætu þetta og það tókst ótrúlega vel og það var svona heilt yfir hjá mínum tíma hjá Þór Káa þá gekk það ótrúlega vel að stelpunum trúðu ótrúlega vel á það sem við vildum að þeir myndu gera og það var ótrúlega skemmtileg tími að fá að vinna með þeim það var svona algjör forréttindi og mjög góð tími með Þórsliðinu en af því það gekk svona líka skemmtilega vel með stelpunum þá var það svona alveg ekstra sætu tími þannig sem svona í minningunni sko. Nú voru til menn sem að sögðu þegar Jóhann gerði Þór Káa Íslandsmeistarinn 2012 og svo þú aftur 2017 já þetta er bara heppni en það er ekki þannig þetta er sko lið verði ekki meistarar bara af einhverju heppni og það var sömu leikmenn sem sögðu til dæmis eftir 2017 hafi sögðu bara Donni sá okkur bara við gætum þetta hann fekk okkur til að trúa því þannig að þetta er miklu meira heldur en bara heppni þó að það sé gott að hafa heppnina með. Já, heppni er náttúrulega mjög mikilvæg í fótbolta þar að segja að þú þarft eðlilega að fá ákveðna hlut til að teka með þér en auðvitað er það ekki heppni að vera Íslandsmeistari við vinna næstu alla leiki í deildinni og það þarf ansi mikið meira til en það stelpurnar lögðu ótrúlega mikið á sig og öll ára svo sem hafa gert það og strákarnir náttúrulega líka
og það er ekki til neitt, þú veist, þú vinnur ekki neitt með heppni, það er ekki þannig, en vissulega getur eitt og eitt atriði dottið því megin sem að ykkur getur mögulega kallað heppni, en ótrúlega mikil vinna og það sem að stelpurnar, ég held að þær ætti að taka mesta lærdóminn frá fyrri 2 árunum okkar, og þá og sem að smitaði, sem við klikkuðum í rauninni svolítið á þriðja tímabilið var að þegar á móti blæs þá þarf liðsheildin að vera sterk og sterkari heldur hún kannski var mögulega núna síðast ári hjá okkur. Við náðum ekki alveg að eiga við það nógu vel, bæði við þjálfararnir og leikmennirnir þegar það gekk illa. En við náðum að eiga mjög vel við það fyrir 2 árin, mjög vel. Og fyndið að við tölum stundum oftar en ekki 2017 þegar það var Íslandsmeistaratitil, en 2018 tímabilið var eiginlega raunin betra að mörgu leyti. Við settum alltaf stigamet í félaginu, það er að segja, fekk ekki stigamet heldur, settum met félagsmet í að fá mörk á okkur. Þór Kári aldrei fengið að fá mörk á sig og það ár. Við skoruðum fleiri mörk heldur en árið áður líka, 2018. Fórum áfram, fórum í plúsmarkatölu meistaradeildinni sem var á magnaður árangur. Við spiluðum 5 leiki í meistaradeildinni með riðlakeppninni sem stóð þessum 2 leikjum í Wolfsburg og fengum bara okkur 3 mörk. Það var alltaf ótrúlegur árangur. Þannig að þú veist, 2018 árið var ótrúlega eftirminnilegt og rauninni að mörgu leyti betra tölfræðilega heldur en hitt árið. En það döði bara ekki til því miður, en það hefði klárlega átt að gera það því að við vorum klárlega besta lið það ár, sko. Engin spurning í mínum huga, sko. En 2017 árið 19 við náðum ekki alveg upp eins miklu svona takti í það sem við vorum að gera og missum náttúrulega fullt af leikmönnum úr árunum áður. Leikmönnum sem stóðu sér stórkostlega og náðu bara ekki alveg kannski að fylla það eins og við ætluðum okkur að gera. Þannig séð, sko. Þannig að þú veist að mikill missir að missa leikmenn í atvinnumennsku og Lilli, það er að segja 2, Söndru og Önnur Rakel og Lilli fer til Reykjavíkur og Ariana fer náttúrulega í atvinnumannadeild í Bandaríkjunum og Búkovits markmaður fer náttúrulega í Ajax sem var náttúrulega, þú veist, við missum leikmenn sem voru að spila stórt hlutverk og við náðum klárlega að fylla skarðið með flottum leikmennum sem eftir að gera góða hluti í framtíðinni en það var kannski ekki alveg tilbúinir í svo stórt hlutverk sem þeir fengu en munu búa að í framtíðinni klárlega. En eins og segja, þetta voru ótrúlega skemmtilegur tími með Þór Káa og mjög skemmtilegur tími með Þórsli líka og ég ótrúlega þakkláttur fyrir þann tíma og ég vona svo innilega ég fái eins og ég segja finna aftur fyrir annarkvort þessara félaga. En þegar upp í staðið þá getur maður sagt að bæði þessi lið eru stútfull af ungum og efnilegum leikmenni sem að eiga eftir að láta að sér kveða. Já, engin spurning, minna annar flokkurinn alltaf Íslandsmeistari fyrra og Íslandsmeistari fyrir 2 árum líka og það er að koma upp alltaf stelpum úr Þór og Káa sem að geta svo sannlega tekið við þessu félagi, það er að segja Þór Káa ef það standa vel að vígi, strákarnir náttúrulega, ég meina Greg gerði vel núna og orri á undan mörgu leyti að láta marga unga strákar spila og fá eldskinn, þannig að þú veist, það er klárlega hægt og það er frábært að það er verið að vinna með þessa ungu leikmenn hjá Þór og hjá stelpuna vegna hjá Þór og Káa og það er verið að gera mjög vel og ég meina Þór Káa hefur verið það félag sem hefur alltaf verið með flesta heimamenn, skilst mér á tölfræðinni að segja þannig, í sínum hópi, það er að segja og þannig að Þórsliðið náttúrulega var rosalega mörgu leyti eða miklu leyti skipað uppöldum Þórsleikmenn. Þannig að ég held að það sé svona framtíðin sé bara mjög björt það er að segja í Þorpinu og Þór Káa meina að halda bara áfram með það sem hefur verið að gera og bæta aðeins ofan á það og mér er spennandi að sjá náttúrulega bara hver tekur við Þórsliðinu og hvernig í hvað átt verið farið með það og Andri Hjörvar minn, ég held að Þór Káa sé í góðum höndum hjá honum, hann er náttúrulega algjör toppmaður og eðal inntekkamanneski og ég held að það sé svona lykillinn af því að vera góð þjálfari er að vera hrikalega svona hrein og góð manneskja. Ég held að það sé svo fyrst og síðast því að þetta er náttúrulega fyrst og síðast að mínum mati þjálfun er náttúrulega bara samstarf milli leikmanna og þjálfara og ef þú ert helst eftir öflug manneskja þá færðu leikmennina með þér í það sem þú vilt gera og Andri er mjög klókur í þetta er kannski seinni tíma spurning en Andri er mjög klókur sem ég er að svara Andri er mjög klókur í þjálfræðum og hann er mjög klókur í sem hann gerir en hann vantar bara pínu reynslu en einhvers staðar verður hann að byrja og ég er mjög þakkláttur ég er mjög ánægður skulle ég frekar segja að Þór Káa skyldi hafa veðjað á hann því að ég held að hann geti tekið þetta áfram.
maður hefur tekið eftir því að Donni að með andra, því við erum að tala um andra, að hann ekkert ólíkur þér á vissan hátt. Það skín, ástríðan, hún skín í gegn á leikjum, hann mjög heitur. Já, Andri sko brennur fyrir það sem hann gerir. Hann frábær hérna í þessu starfi sko, og hans meta klálega á hans hugafar. Ég meina, hann típan sem búin að fóra 2 rauðhjökkur í þessu 2 ár, og það eingöngu vegna þess að hann var að vernda leikmenn og hoppa og skoppa til þess að hérna, þú veist, þegar eitthvað var gert á þeirra hlut, og það lýsir honum ágætlega sko. Hann var ekki að standa í ykkur vesinu með dómar, heldur bara að vernda sína stelpur og hérna leikmenn, og það lýsir honum vel. Hann hörku ástríðufullur og hann góðu þjálfari, og núna bara flott tækifæri fyrir hann þegar hann þarf ekki að hlusta gaggi í mér núna í ykkur tíma að hérna stíga upp og móta sitt og gera sitt, og ég hef fulla trú á honum, og ég hef alltaf haft. Ég fekk hann alltaf með mér inn að starfa á sínum tíma og sá svo alls ekki eftir því, því að það líklega ekki hægt að fá betri aðstæðuþjálfara heldur en andra hér. Alltaf staðið ótrúlega vel með mér, og ég mjög spenntur bara að sjá hvernig gengur hjá hann núna með þetta. Og svo náttúrulega næsta gaman að fylgjast með, hver tekur við Þórslínu, hver fær það hlutverk að taka við í keflinu frá Greg? Því fara að gruna einhvern? Já, ég meina, ég sá Palla hérna niður í sófa áðan, maður veit aldrei. Nei, sko, þú veist, maður náttúrulega heyrt bara eins og allir heyra, bara slúðrið og svona sko, það vill enginn segja mér neitt, þannig við þurfum bara að sjá hvað setur, en það verður verðugt verkefni, engin spurning. Það eru flotti leikmenn í þessu liði, og Þóra mínu mati, þú veist, átti klárlega að fara upp á síðasta ári. Það var svona lag, og liðið var þannig uppbyggt og það var mikið lagt í það, og ég held að allir geta saman á það að það eru viss vonbrigði að þeir fóru ekki upp í fyrra, því að það var svona gott færi á því. Það verður spennt að sjá bara núna hvaða leið stjórnin vill fara núna, þú veist, þeir þurfa vantarlega að móta þetta mörgu leyti. Það var mikið lagt til að ég held, ég náttúrulega var ekki inn í peningaformum félagsins í fyrra, en það var mikið lagt til, og svona að ég held og spurning hvort það sé hægt aftur, en það verður spennandi að fylgjast með, því að Þór frábært félag, og mér þykir ótrúlega vænt Þór, og ég mun alltaf þykja vænt Þórs félagið, og ég er mjög spenntur að sjá og vona innilega að það verði fengið góður aðili sem heldur áfram með að vinna með unga leikmenn, en samt vona ég innilega að það verði samt metnaður í því sem verið að gera. Það að segja að verið lagt aðeins til því að svo árangur geti nást, því að segja eftir, Þóra heima í úrvalsdeild, ekki í fyrstu deild. Þóra þannig félag, og ég veit að ég þekki strákana mjög vel, og ég veit að þeir vilja vera í úrvalsdeild, þannig að vona að það verði taktur félagsins bara að halda áfram með það. En þú veist eins og Björnsson fyrir hönd þessara beggja félaga, bæði Þórs og Þór Káa, og gengur þá kannski bara þokkalega sáttur frá borði? Já, ég alltaf Björnsson svo sem yfir höfuð bara á allt, og ég geng mjög þakklátur, hrærður, og mjög sáttur bara frá því sem ég hef gert. Ég veit, og það sem ég hef alltaf útgangspunkt í því sem ég geri, og inngangspunkt svo sem að ég legg mig bara allan fram, og ég ger alltaf mitt allra besta. Ég legg allt á æfingum, gef allt á æfingum, legg allt á gef allt í leikdagana, og gef allt fyrir þá leikmenn sem ég vinn fyrir. Þannig að ég getur aldrei verið annað en sáttur með það sem ég geri, því að þú veist, ég get ekki gert meira en ég get. Og það eiginlega ekki þetta að fara fram á neitt meira? Nei, nákvæmlega. En eins og ég segi, það hefði svona verið sætt að ná að fara upp með Þórsliðið og vera bikarmeistari með Þór Káa, en allt sem ég hef gert hef ég bara gert af heilindum og mikla ástríðu fyrir þau félag sem ég hef unnið með, það að segja Þór Káa, og ég vona bara innilega að leikmenn hafi bæði lært eitthvað, en fyrst og fremst fundi bara að ég sé góður maður og hafi lagt mig allan fram í það sem ég hef gert fyrir þá leikmenn sem ég hef unnið með, og þá ég bara sáttur sko. Og hvað tekur við í Svíþjóð? Ég búinn að skrifa undir hjá Örgríti í Svíþjóð, og ætla að fara að taka við undir 17 ára liði kalla þar. Mjög spenntur fyrir því, það verður mjög verðugt verkefni. Örgríti úrvalsdeilda liði, að segja atvinnumannaliði, ætla ég frekar að segja, í Gautaborg, og við fjölskyldur erum að flytja þangað í janúar, og ég mun byrja bara þá vinnu í 7. janúar, og er mjög spenntur. Þeir sem þekkja mig vita, ég er náttúrulega löngu byrjaður, og ég er náttúrulega farin að búin að skoða alla leiki sem þeir hafa að spila núna í sumar, og er svona grúska og kynna mér deildina og deildirnar,
og ég mjög spenntur fyrir því. Það mjög vel haldið utanum undir 17 og þetta svona akademíu lið þar sem að strákarnir eru rauninni sem sagt, það eru keyptir leikmenn í þetta lið þar að segja og þetta ekki þannig að þú borgar æfingagjöld og farið að æfa heldur þú ert handvalinn í liðið og þú ert basically rekinn í burtu eða þú ert ekki nógu góður. Þannig að þetta mjög spennandi svona, bara svona eins og atvinnumanni deildir eru eða lið eru þannig. Þannig að þetta svona mjög spennandi fyrir mig að eiga við því ég hef ekki, það svolítið síðan, ekki það ég hef unnið með mörgum ungu leikmönnum undanfarin ár en það svolítið síðan ég farið í svona það sem má segja yngri lið þannig að þetta svona spennandi bara og nýtt verkefni fyrir mig sem ég mjög, eins og ég segi, spenntur fyrir og svo verður það þannig að aðalið æfi semst á morgnana því þetta atvinnumannalið og ég mun vera svona flug á vegg og alltaf svona þess að kynna mig bara svona hvernig þjálfararhættir eru í þessu landi og svo var aldrei að vita svo sem ég ná að koma mér í eitthvað aðeins stærra á næstu dögum eða árum, mánuðum. Þannig að Donni sem flug á vegg hjá aðalíðinu þá væntar það til þess að læra og svona sjá hvað aðrir að gera. Konan að fara í sérnámi í læknisfræði? Já, hún heldur áfram með sitt, hún alltaf búin að vera í sínu sérnámi hér og gengur mjög vel með það og hún náttúrulega búin að geta sér að mínum mati fyrir eitthvað gott orð hérna og vonandi eins og ég segi vonandi fá það bara aftur að koma á Akureyri, við elskum Akureyri en hún fekk mjög góða vinnu hérna í Svíþjóð í Gautaborg og við erum komið með húsnæði bara rétti á þeirri vinnu og það lítur allt bara mjög vel út. Eina sem við þurfum að gera að selja húsnæði okkar, Snækil 14 ef eitthvað vil kaupa. Það væri gott að geta selt áður en við flytjum. Og þú skilur eftir góða anda í því húsi? Já, við lofum því að það verður mjög góður, það er mjög jákvæður á andi og ástriðfullir. Það verður bara mjög skemmtilegt þetta verður allt mjög skemmtilegt ævintýri, við erum mjög spennt og krakkarnir eru rosalega spenntir fyrir þessu og það býðir eftir okkur fólk úti sem við þekkjum mjög vel og við eigum svona þó nokkuð að vinna fólki hérna úti þannig að þetta allt bara spennandi tímar hjá okkur. Donni, þetta var skemmtileg spjall. Ef ég rukka nú að býður upp að hvað myndir þú vilja segja við unga iðkendur hérna hjá okkur í Þór og Þór Káa og stuðningsmennin og fólki sem við kynnst þér? Er einhver skilaboð til þeirra? Já, kannski fyrst til yngri iðkenda og yngri leikmanna bara yfir höfuð og yfir rauninni bara leikmanna yfir höfuð, hvort sem það yngri eða eldri eða hvað. Ég held að þessi lykilatriði að allir leikmenn trúi og treysti og trúi á sjálfan sig umfram allt. Eðlilega, við þjálfarar að mínum mati erum verkfæri fyrir leikmenn til þess að verða betri. Við höfum leiðbeiningar og hjálpum þeim en leikmenn verða að taka ábyrgð á sínu eigin frammistöðu og sínu eigin, að verða betri sjálfur. Allt of margir leikmenn í minni reynslu hefur sýnt og ég var þannig leikmaður sjálfur. Treysta meira og að þjálfarinn gerir leikmanni betri. Það ekki þannig. Þjálfarinn hjálpa til og gefur leiðbeiningar og styður leikmanninn en það leikmaðurinn sjálfur sem þarf að hafa fyrir hlutunum og verða betri. Aldrei að segja ég gat ekki tekið aukaæfingu af því þjálfarinn var ekki með aukaæfingu. Ef þú þarft aukaæfingu, vilt verða betri, þá gerir þú það sjálfur. Finnur verkfæri, finnur tíma, stað og stund og treystir á sjálfa þig. Ég vil segja það við unga iðkendur. Við stuðningsfólk og annað fólk vil ég bara segja takk. Ég ótrúlega þakklátur og hræðður. Mér fannst ég fá virkilega mikið svona flottan stuðning og gott ég fann mjög svona styrka hönd á bak við mig allan þann tíma sem ég var hérna. Átt ótrúlega gott samstarf með ykkur, fjölmiðlafólki í kringum félögin og öllu stjórnarfólki, alveg stórkostlegt lið bæði við fyrir hjá Þór og Þór Káa. Vann með mjög góða fólki og eignast vini fyrir alla lífstíð. Mjög þakklátur fyrir allt það. Allt staffið í kringum mig var stórkostlegt. Hallin náttúrulega búin að vera með mér allan tíman, það var geggjaður, það var stórkostlegur maður og eins er náttúrulega Ben búin að fylgja mér alla leiki og ótrúlega þakklátur fyrir honum og honum það. Þvílíkur stuðningur sem hefur verið á honum og fór með þess að með okkur til Þýskalands og svo framvegis, þannig að geggjaður og náttúrulega allir aðstoðarþjálfararnir og allt svoleiðis og vissulega náttúrulega fjölskyldan mín náttúrulega stutt með langmest í þessu öllu saman og konan náttúrulega minn allra besti þjálfari en bara eins og segi, bara takk, ég heldur þessi orðið og ég er ótrúlega þakkláttur fyrir bara þann stund sem mér hefur verið sýndur í að fá að stýra þessum stórkostlegu félögum. Donni, þetta var skemmtilegur spjall, ég sé bara gangið vel í Svíþjóð. Þeir eru heppnir að fá þig. Við fáum þig aftur seinna, eða þótt síðar veri, gangið vel. Takk fyrir það, Palli, takk fyrir.